Ráðherra, góðir fundargestir. Það mjög margir vinir sem ég hef ekki séð í langan tíma, gaman að koma hérna. Þakka Landsvirkjun fyrir gott boð og fyrir það frumkvæði sem þeir eru að taka með því að viðhalda umræðu þetta mikilvæga viðfangsefni. Loftslagsmál kom okkur öllum við. Þetta á sjálfsögðu mikilvægt viðfangsefni stjórnvalda en ekki einungis stjórnvalda eða atvinnulífs. Og ég vil líka undirstrika mikilvægi þeirra ákvörðunar fyrirtækisins að jafna kolefnisspor sitt. Það eru fleiri og fleiri fyrirtæki sem að gera þetta og þetta skiptir mjög miklu máli og ég hef aðeins fylgst með því hvernig það verður gert. En þegar maður kemur á fundi eins og þennan þá er mjög erfitt að finna gott jafnvægi milli bölsýni og svartsýni. Og það er raunverulega mjög auðvelt, ég gæti raunverulega komið hér, það er raunverulega mjög auðvelt að skrifa erindi og segja ykkur frá öllu því sem ætti að gerast en er ekki að gerast. Og eins og Halldór nafni minn getur vel grein fyrir þá er mjög mikil alvara á ferðum. En það er hins vegar ljóst að bölsýni leiðir ekki til aðgerða. Bölsýni er lamandi og þess vegna mun ég frekar nota þann tíma sem ég hef með ykkur til þess að gera ykkur grein fyrir jákvæðum breytingum sem eiga sér stað og hugsanlega vekja með ykkur von og bjartsýni að það sé hægt að takast á við þetta vandamál eins og mörg önnur. Og ég mun byrja erindið á því að nefna einungis 4 dæmi breytingar sem ég tel mjög mikilvægar og eru tilefni til bjartsýni. Síðan mun ég nota seinni hlutann til þess að tala Parísarsamkomulagið. En mér finnst mikilvægt að byrja á því að setja þetta aðeins í víðara samhengi. Og það eru 4 breytingar sem ég langar aðeins að nefna við ykkur sem ég tel að séu tilefni til bjartsýni. Og fyrsta lagi þá er þar verðhrun á loftslagsvænum orkugjöfum. Öðru lagi það frumkvæði sem borgir og landshlutastjórnir og önnur stjórnvöld eru að sýna í að vinna að farsælli framtíð. Síðan ætla ég aðeins að fara nokkrum orðum viðhorfsbreytingar meðal lykil þróunarríkja og lokum vitundarvakningu meðan langtíma fjárfesta. Þetta eru kannski ótengdir hlutir en í raun og veru er þetta myndbirting á mikilli vakningu sem er að eiga sér stað. Fyrsta lagi verðhrun á vind- og sólarorku. Við þekkjum flestir ganga út frá því að þetta sé allt of dýrt. Það sé raunverulega óraunhæft að breyta orkukerfunum og raun og veru var það kannski hugsanlega staðreynd til skamms tíma en svo er ekki lengur. Það hefur orðið, við komin í þá stöðu á mjög mörgum mörkuðum að þá eru orkuvænir orkugjafar samkeppnishæfir við hefðbundna orkugjafa og það er mikilvægt að undirstrika þegar ég er að segja þetta að þá er ekki búið að taka inn í kostnaðinn við jarðvarmavinnslu losunarkostnaðinn. Þannig að jafnvel þó að sé ekki tekið tillit til þeirra neikvæðu áhrifa sem þeir hafa á veðrakerfin að þá eru nýir og umhverfisvænir orkugjafar núna samkeppnishæfir. Og þessi breyting hefur átt sér stað hraðar heldur en spár gerðu ráð fyrir. Og ég hef ekki tíma til þess að ræða það hér hvernig þetta gæti hugsanlega þróast í framtíðinni en í grundvallarskilaboðin eru þau að það er að verða grundvallar breyting í orkukerfum jarðarinnar. Í mörgum tilfellum eru það raunverulega stjórnkerfið og dreifikerfið sjálft sem er orðið meira hamlandi í framrás orkugjafa heldur en kostnaðurinn við sjálfa orkuframleiðsluna. Þetta er atriði númer 1. Mér langar að nefna síðan næst frumkvæði borga og annarra landshlutastjórna. Og eins og Halldór nefndi nú hérna áðan að þá skiptir borgarskipulag og þróun þéttbýlis miklu bæði framtíðarlosun og svo líka afleiðingar veðurfarsbreytinga. Og það sem hefur hins vegar gerst er að mjög margir borgarstjórar og leiðtogar á þessu sviði hafa farið eru núna raunverulega í framvarðasveit hvað þetta varðar. Ég vil bara nefna Michael Bloomberg sem var til skamms tíma borgarstjóri New York. Hann gerði mjög mikið sem borgarstjóri
en hefur síðan eftir hann lét af störfum ákveðið að helga þetta viðfangsefni sína krafta þessu viðfangsefni og vinnur meðal annars sem fulltrúi aðalritara Sameinuðu þjóðanna og vinnur með borgaryfirvöldum allan heim til þess að takast á þetta. Og margar borgir núna hluti af samtökum, öflugum samtökum aðgerðir í loftslagsmálum og í öllum tilfellum bæði til þess að draga úr losun og síðan að draga úr afleiðingum veðurfarsbreytinga á þessar borgir. Og í júlí munu leiðtogar borga koma saman í Lyon í Frakklandi til þess að undirbúa Parísarfundinn. Og fyrr í þessum mánuði þá komu borgarstjórar höfuðborga Norðurlandanna saman hér í þessari borg til þess að meðal annars ræða framlag þeirra til Parísarfundarins. Þetta ástæða númer 2. Mig langaði síðan að fara nokkrum orðum viðhorfsbreytingu meðal þróunarríkja. Þeir sem hafa fylgst með þessum málum hafa gert sér grein fyrir því að það mjög mikill ágreiningur ábyrgðarskiptingu milli þróunarríkja og iðnríkja og ég fer aðeins meira inn í það á eftir. En hér hefur líka átt sér stað mjög mikið breyting og það sem kannski breytir mestu það að þróunarríkin hafa gert sér grein fyrir því að það raunverulega í þeirra hag að takast með virkum hætti á við þetta vandamál og mikið af þeim aðgerðum sem þeir þurfa að taka til hafa raunverulega mjög marga aðra kosti og mikilvægasta dæmið þetta Kína. Kína skiptir náttúrulega miklu máli hvað ákvarðanir eru teknar í því landi en stjórnvöld í Kína hafa einsett sér og hafa sett mikla vinnu í það og þekki það fyrstu hendi að gera grundvallarbreytingar á því hvernig þeir framleiða orku og hvernig þeir takast á við framtíðina. Þeir hafa líka ekkert farið dult með það að þeir telja í þessu felist feikileg viðskiptatækifæri og líta til þess að það verði mjög mikill útflutningur á tengdum búnaði til annarra heimshluta. Og þeirra eigin stefnubreyting hefur þegar haft mjög mikil áhrif á verð á sérstaklega sólarorku og hluta til vindorku. Og hitt dæmið sem ég vildi taka Sádi-Arabía. Þeir voru alveg frá upphafi mjög mikið á móti því að loftslagssamningurinn yrði samþykktur og hafa síðan verið mjög virkir í því að raunverulega halda aftur af samstöðu nokkuð á þeim vettvangi. Þeir hafa breytt stefnu og hafa núna tekið mikið af sínu fjármagni í því að fjárfesta í endurnýjanlegri orku og eru núna í forystu bæði í því að framleiða, leggja grunn að þessu og líka hafa sett fjármagn í rannsóknir fyrir framtíðina. Og ef þið viljið kynna ykkur þetta nánara þá tók ég eftir því hér í morgun að olíuráðherra þeirra, sem búinn að vera olíuráðherra mjög lengi, Ali Al-Amini, hann var í viðtali í Financial Times í gær og þetta að kíkja á það. Hann hefur, þessi maður, hefur núna algjörlega í forystu heima fyrir endurnýjanlega orku þó að hann hafi helgað allt sitt líf olíuframleiðslu og olíuútflutningi. Það síðasta sem ég vildi nefna vitundarvakning meðal langtímafjárfesta. Það alveg ljóst að langtímafjárfestar hafa mjög mikil áhrif á hvað gerist í raun og veru. Og ég veit að ég þarf ekkert að útskýra það fyrir Landsvirkjun hvað það þýðir. Og það ljóst að margir þeirra þeir sem hafa gengið á undan eru lífeyrissjóðir, helst nokkur aðrir stórir stofnanafjárfestar hafa núna með miklu opnari hætti litið á hvar þeirra fjármagn að fara og horfa á það í gegnum loftslagsaugu. Og þeir eru að horfa á þetta bæði út frá áhættu í fjárfestingum og væntingar framtíðar ávöxtun, því það náttúrulega það snýst þetta. Og þetta hefur leitt til þess að margir þeirra hafa dregið fjármagn sitt tilbaka úr vinnslu jarðefnaeldsneytis og hafa aukið fjárfestingar í endurnýjanlegum orkugjöfum. Og þó að það hafi ekki verið miklir fjármunir í því tilfelli,
þá vakti það mjög miklu athygli þegar að Rockefeller fjölskyldan á síðasta ári ákvað að draga allt sitt fjármagn úr fjárfestingum í jarðefnaeldsneyti. Og fyrir þá sem ekki þekkja þá ættu verið að kíkja á það hvernig Rockefeller tengist sögu olíunnar. Þetta þessi 4 atriði sem ég vildi svona aðeins nefna til þess að leggja grunn að því að það sé ýmislegt jákvætt að gerast á þessu sviði og snúa mig þá núna að Parísarfundinum og þá spyrja þeirra spurningar hvernig mun þessi jákvæða þróun þá sýna sig í París og hér vil ég undirstrika eitt meginatriði þegar þau vilja hugsa Parísarfundin. Loftslagsfundir hafa fram að þessu verið byggst mjög mikið á því sem raunverulega gerist á fundinum sjálfum. Þessu eru við að reyna að breyta og frakkar sem að standa að fundinum eru mjög þetta, að reyna að bíða ekki til að Parísarfundurinn hefst til þess að ganga frá málum, heldur að reyna að leysa málin löngu áður og mörg af mikilvægustu lausnamálunum eru raunverulega þegar leyst. En bara svo að það sé allir með það á hreinu að þá Parísarfundurinn gengur alveg undir nafninu loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna, en þetta formlega séð aðildarríkja þing loftslagssamningsins sem að ég starfa fyrir. En þessar loftslagsráðstefnur eru núna árlega stærstu fundir sem Sameinuðu þjóðirnar standa fyrir á ári hverju. Forseti þingsins kemur alltaf frá viðkomandi landi og verður Laurent Fabius sem skiptir nokkur máli vegna þess að hann utanríkisráðherra Frakklands, ekki umhverfisráðherra. Vinnur að sjálfsögðu náið með umhverfisráðherranum sem reyndar líka orkuráðherra. Og forseti Frakklands líka á fullu í að tryggja það að þjóðarleiðtogar stuðli að því að niðurstaða fundarins verði samkvæmt væntingum. Sjálf vinnan að samningagerðinni fer fram í vinnunefnd sem þá vinnunefnd embættismanna með aðkomu allra aðildarríkja að samningnum og gengur undir nafninu ADP, það skiptir kannski ekki öllu máli hver skammstöfunin hvað hún stendur fyrir, en ADP vinnuhópnum var hleypt af stokkunum í Durban í Suður-Afríku í árslok 2011, þannig að þegar kemur að Parísarfundinum þá munu 4 ár hafa liðið frá því að þetta hófst og þeirra meginverkefni að og Hugi Ólafsson fulltrúi leiðir íslensku sendinefndina í þessu starfi. Þeirra megin hlutverk að ganga frá nýjum alþjóðasamningi, en það mikilvægt að gera sig grein fyrir því að þessi nýja alþjóðasamningur hann verður undir loftslagssamninginn. Hann kemur ekki til með að koma í stað loftslagssamningsins, þannig að lagalega séð þá mun hann hafa sömu stöðu og Kyoto-bókunin sem einnig var undir loftslagssamningnum. Og hann mun ná yfir tímabili sem hefst 2020. Þannig að Kyoto-bókunin, seinna tímabil Kyoto-bókuninnar lýkur 2020 og það ekki gert ráð fyrir því að hann eigi sér framtíð. Og eins og alltaf þá eru síðustu mánuðirnir í svona vinnu erfiðastir og eftir viku hefst í Bonn þar sem höfuðstöðvar loftslagssamningsins 2 vikna vinnufundur og það skiptir mjög miklu máli næstu mánuði hvernig þeim tekst þar að raunverulega fækka þeim ágreiningsefnum sem út af standa og þetta eru mjög flóknar samningaviðræður og ég gæti raunverulega talið upp hér mikið af málum sem þeir að takast á við, en ég held að væri kannski gagnlegra fyrir ykkur að ég myndi velja. Þannig ég ákvað að velja úr 3 mál sem öll eru mikilvæg en líka samtengd og fyrsta lagi það spurningin hvernig framlög ríkja koma inn í þennan alþjóðasamning. Tók eftir að ráðherrann kallaði þetta innlegg, það kannski alveg eins, þetta kallað contribution á enskunni. Ég hef kallað það framlag en það sama hugtak og ráðherrann kallaði innlegg hér áðan. Sem spurningin hvernig verða framlög ríkja. Öðru lagi, hvernig verður tekið á langtíma sjónarmiðunum, eins og Halldór nefndi réttilega hér áðan að þá þetta langtímaverkefni
Og síðan vildi ég fara aðeins nokkrum orðum það hvernig þessi nýji samningur mun taka á að virkja vilja annarra heldur en þjóðríkja að leggja hönd á árar. Og við tökum þá fyrst framlög ríkja og hér vil ég fara nokkrum orðum ábyrgðarskiptinguna og hvers vegna hún hefur verið svona erfið fram að þessu, bara svo þið séu með það á hreinu. En síðan mun ég enda með því að lýsa ákveðinni lausn sem að verða á því. Ástæðan fyrir því að ábyrgðarskiptingin mjög erfitt mál að þessi staðreynd sem að Halldór talaði hér áðan að gróðurhúsalofttegundir eru mjög viðverandi í andrúmsloftinu. Mörg þeirra eru þarna áratugi og þess vegna skiptir losunarsagan mjög miklu máli ábyrgðarskiptinguna. Og þannig að þær gróðurhúsalofttegundir sem núna í andrúmsloftinu eiga sinn uppruna fyrst og fremst meðal þjóða sem nú eru flokkaðir sem iðnríki, en sú staðreynd líka breytast. Og ef þið hugsið aðeins til framtíðar þá ekki síðar en 2020 þá mun þetta jafnast, þannig að þróunarríkin eiga þá eins mikið af gróðurhúsalofttegund í andrúmsloftinu og iðnríkin. En það sem sagt alveg frá upphafi þá var þetta mikilvæga mál eitt af megin leiðarljósum samningsins og nú ætla ég að nota hérna lagalegt hugtak sem eins og þetta orðað í samningnum, sameiginleg en innbyrðis ólík ábyrgð. Sameiginleg en innbyrðis ólík ábyrgð og þetta hljómar eins og þversögn í raun og veru. En það ekki. Það raunverulega ábyrgðin bæði sameiginleg en hún líka ólík. Og þá spurningin hvernig koma ríkin sig saman það hversu ólík og hver ábyrgð hvers. Og eitt af því sem allir eru sammála og þetta var raunverulega skorið á þetta í samningnum allt frá upphafi að þróunarríkjunum, iðnríkjunum ber að ganga á undan. Og á því byggðist raunverulega Kýótó-bókunin og í samningnum sjálfum viðauki, kallað viðauki 1. Þar eru talin upp þau ríki sem að teljast gagnvart samningnum iðnríki. Ef við skoðum söguna þá þetta raunverulega bara listi yfir aðildarríki OECD á þeim tíma. Og síðan hafa fleiri ríki orðið aðilar á OECD og miklar breytingar orðið. Þetta var þegar samningurinn var viðmiðunar á samningsins 1990 eins og kannski þekkið. Og það engin samstaða það að þetta ráði úrslitum ábyrgðarskiptingu og þess vegna verður þessi viðauki þó að hún verði ekki breytt, hann verður ekki notaður beint í ábyrgðarskiptingu til frambúðar. Og það sem mikilvægast núna að í þessum nýja samningi, og það var gengið frá því strax í upphafi í Durban, að það sitja öll ríki við sama borð. Þau munu öll leggja sitt að mörkum og hér kemur eitt af mikilvægast atriðunum að þau munu gera það í ljósi eigin mats á ábyrgð, getu og sérstöðu. Á grundvelli eigin mats á ábyrgð, getu og sérstöðu. Það verður sem sagt með öðrum orðum ekki samið hvað hverjum ber að gera, heldur verður það í sjálfsvald ríkja. Og það ákveðið tímanna tákn að þegar að ríkin fóru að gera grein fyrir því hvað þau ætluðu sér að gera eftir 2020, að þá ákváðu skömmu eftir að Evrópusambandið hafði kynnt sína niðurstöðu, að þá ákváðu Kína og Bandaríkin að lýsa þessu yfir sameiginlega í Peking. Þannig að það var sameiginleg yfirlýsing þessara tveggja ríkja sem að raunverulega undirstrikar mikilvægi þess að stóru ríkin gangi á undan og ryðji í brautina. Það var líka á nýlegu aðildarríkjaþingi samningsins í Lima, lok síðasta árs, ákveðið að aukið tillit verið tekið til sérstöðu ríkja og það orðalag var tekið beint úr samkomulagi Kína og Bandaríkjanna. Þannig að það eru ýmsar svona breytingar sem að gerast, það margt af því sem að samningamenn eru að ná samstöðum. Og síðan vildi ég undirstrika eitt af þeim mikilvægasta sem var ákveðið í þessum ferli
Það var raunverulega ákveðið í Varsjá í árslok 2013 að hvert ríki fyrir sig því verður sjálfsagt sett til hvaða aðgerða þeim muni grípa og þeim ber að leggja fram þessi framlög tímanlega fyrir Parísarfundinn og 38 ríki hafa þegar gert svo og þetta er best til okkar. Okkur hefur síðan verið falið skrifstofusamning sem hefur verið falið að draga saman yfirlit eigi síðar en 1. nóvember samanlögð áhrif þessara framlaga og sem hafa borist fyrir 1. október. Þannig að 1. október er að verða svona óformleg viðmið hvað telst tímanlega gagnvart fundinum. Og flest ríkja sem hafa þegar lagt fram sínar upplýsingar miða þetta við fyrsta áratuginn 2020-2030 en sum hafa tekið 5 ára tímabil og eru Bandaríkin þar á meðal. En eitt af því sem er ennþá opið og tekist á í samningaviðræðunum er raunverulega hver verður lagaleg staða þessara framlaga. Og hvaða alþjóðlegu lagalegu skuldbindingar munu ríki síðan gangast undir þegar kemur að sjálfum samningum. Og þar skiptast ríkin einkum í 2 póla. Flest ríki telja að það sé fullnægjandi að gagnvart alþjóðalögum, að þá sé fullnægjandi að ríkjum beri að leggja sig fram og gera sitt besta að ná settu marki og að gera nákvæmlega grein fyrir þeim aðgerðum sem þeir grípa til og árangri þeirra. En önnur ríki telja mikilvægt að ganga lengra og að markmiðið sjálft verði lagalega skuldbindandi á alþjóðavettvangi með svipuðum hætti og Kyoto losunarmörkin voru lagalega bindandi gagnvart alþjóðarétti. Þetta verður eitt af erfiðustu málunum á lokasprettinum. Hugsanleg millileið í þessu sem margir ræða er að ríkjum verði gert að renna lagalegum stoðum heima fyrir undir slíkum aðgerðum þannig að þetta verði lagalega bindandi skuldbinding gagnvart landslögum frekar en alþjóðalögum. Þetta var allt framlög ríkja. Spurningin er svo hvernig, ef við ætlum að leggja þetta svo allt saman, hvað þýðir þetta langtíma markmiðin. Og það er mikilvægt að muna að loftslagssamningurinn hefur ekki það markmið að koma í veg fyrir veðurfarsbreytingar. Markmið samningsins er að koma í veg fyrir hættulega röskun á loftslagskerfinu af mannavöldum. Og eins og kemur fram í markmið sjálfs samningsins. Og þetta er náttúrulega mjög stór spurning. Hvað er hættuleg röskun? Eða við getum snúið þessu við, hvað er ásættanleg röskun á veðurkerfinu? Og vandamálið þar er að það sem er ásætanlegt fyrir okkur er gjörsamlega óásætanlegt fyrir til dæmis smáeyjaríki. Samstaða náðist það í Cancún sem var fyrsti fundurinn eftir þennan fræga Kaupmannahafnarfund að setja efri mörkin við 2 gráður hlýnun frá upphafi innbyltingar og þetta er hugsað sem þak á ásættanlega losun og mörg ríki telja nauðsynlegt að halda losunin innan við 1,5 gráðu eða á bilunum milli 1,5 til 2. Þannig að 2 gráður eru efri mörk og vísindamenn hafa núna með síðustu skýrslu IPCC í fyrsta skipti raunverulega tekið það saman hvað er heildarmagn losunar sem að veðragerfing geta tekið við, hvað er það svigrúm sem við sem mannkyn höfum til þess að fela andrúmsloftinu og öðrum hlutum jarðarkerfisins og sem höfunum að taka við. Og ég ætla ekki að fara í gegnum tölunar hér en við eigum raunverulega 1/3 eftir af því svigrúmi sem að við höfum frá upphafi innbyltingar og það er hægt að horfa á þetta með tveimur sjónarhornum. Slæmufréttirnar eru þær að ef við höldum áfram að ganga á þetta svigrúm með sama hraða og við gerum í dag, að þá höfum við einungis svigrúm innan við 3 áratugi. Góðu fréttirnar eru þær að það er ef að bestu fáanlegu tækni og skynsamlegri stjórnun er beitt, þá er hægt að mæta öllum þörfum jarðarbúa með því svigrúmi sem enn er eftir.
Og þá spurningin hvora leiðina förum við sem mannkyn. Hvernig verður tekið á þessu í París? Það er almenn samstaða það að þessi 2 gráðu mörk, efri mörk, hámarki verði fest í sessi með því að gera það hluta að Parísarsamkomulaginu, festa það í alþjóðarétti. En mörg ríki vilja hins vegar ganga lengra og skilgreina áfanga á leiðinni. Hvar þurfum við að vera til dæmis 2050 til þess að halda hlýnuninni undir 2 gráðum og 2 gráður miðast við lok þessarar aldar, 2100. Og það sem algengast nefnt í því sambandi helmingsminnkun heimslosunar 2050 miðað við 1990. Ef við tækið heimslosunna 1990 að 2050 verði losunin á því ári einungis helmingur af því sem hún var 1990. En þegar maður horfir aðeins lengra, ef maður hugsa aðeins lengra, og þetta var mjög skýrt í niðurstöðu IPCC, að einhvern tímann á seinni hluta aldarinnar þá þarf heimslosunin má heimslosunin ekki vera meiri heldur en heimsbindingin eða upptaka af gróðurhúsalofttegundum. Þannig að Landsvirkjun vill ná kolefnisjöfnuði, jörðin þarf að ná kolefnisjöfnuði á seinni hluta aldarinnar. Og það hugsanlegt að þessu verði líka vikið í niðurstöðu Parísarfundarins, en ég tel að frekar ólíklegt að það verði náist það samstaða. Þetta aðeins of stór biti fyrir olíuríkin að segja þetta berum orðum, en við skulum sjá. En þá spurningin, munu þessi framlög sem að núna að koma vera nóg? Sjálfsögðu ekki, og það alveg ljóst að við munum ekki, þetta langtímaverkefni, það verður ekki hægt að segja að með þeim framlögum sem liggja fyrir að þá séum við komin á beinubrautina gagnvart 2 gráðum. Þetta verður ekki leyst í fyrsta áfanga og það eiginlega 2 sem þarf að koma til. Bæði að ríki nái meiri árangri heldur en að þau lýsa yfir, sem sagt dragi saman meira heldur en kemur fram í þeirra framlagi, og að þau endurnýi og endurskoði framlagið. Og það verður kveðið á það í samningu, það orðið alveg samstaða það, að viljirðu endurskoða framlagið, þá verður að ganga lengra. Þú getur ekki komið með nýtt framlag sem gengur skemur heldur það framlag sem þú þegar lagt fram. Og hér kemur grundvallar spurning sem að enginn hefur svar við og en samt mjög mikilvægt að hugsa munu ríki ganga lengra þegar þau hafa sjálfsvald, geta ákveðið hvað þau leggja fram, heldur þau myndu gera að það væri samið framlagið. Og það má raunverulega, það mjög mörg ríki sem að telja að þau munu raunverulega geta gengið lengra ef það ekki þvinguð til þess utan að. Og síðan til viðbótar að þá verður þessi nýji samningur hafa það verkefni og kannski það megin verkefni að halda ríkjunum við efnið til langs tíma. Og það eru tillögur sem á borðinu það hvernig það verður gert og byggist á því raunverulega að fylgjast með árangri, fylgjast með þróuninni, fylgjast með niðurstöðum vísinda og ef vel tekst til þá getur þetta breytt raunverulega í grundvallaratriðum hvernig við tölum loftslagsmál til framtíðar. Það síðasta sem ég vildi nefna síðasta viðfangsefnið hvernig tekur samningurinn á öllum hinum. Ég hef verið að tala hérna fyrst og fremst ríki og það er mjög mikill áhugi á því að samningurinn raunverulega gangi lengra og brjóti ákveðið blaði í sögu alþjóðasamninga og taki raunverulega með beinum hætti inn framlög annarra heldur en ríkja. Og það sem kannski augljósast væri að taka á væri stjórnvöld á lægri stjórnsýslustigum, hvort sem það eru sveitarfélög eða landshlutastjórnir. Og í mörgum tilfellum vilja landshlutastjórnir ganga mun lengra heldur en sambandsríki. Og það verið að skoða, það er ákveðnar hugmyndir á borðinu það hvernig þetta verður gert.
það of snemmt að spá fyrir nákvæmlega hvað langt verður gengið, en mitt mat það að það verður ekki aftur snúið hvað þetta varðar, að það mjög mikill áhugi á því að ganga líka lengra þannig að atvinnulífið sjálft og þeirra markmiðssetning verði með beinum hætti tekið inn í þessa mynd. Við sem skrifstofa samningsins og skrifstofa aðalritara Sameinuðu þjóðanna að vinna mjög náið með bæði Frakklandi og Perú sem enn formennskuland vegna þess að þeir héldu síðasta fund, að vinna því að Parísarfundurinn verði álíka framlag í þessu aukna samstarfi loftslagsmál og leiðtogafundur aðalritara Sameinuðu þjóðanna í september á síðasta ári var. Og þetta gerum við undir yfirskriftinni Lima Paris Action Agenda og það var að halda alveg sérstakt erindi það raunverulega hvað að gerast á þessu sviði. Fyrir þessari viku þá komu leiðtogar atvinnulífsins saman í París í þeim eina tilgangi að stuðla að öflugri niðurstöðu í París. Við höfum búið til einfalda vefgátt sem gengur undir nafninu NASCAR, þar sem að þúsundir fyrirtækja hafa gert grein fyrir sínum fyrirætlunum og ég myndi hvetja Landsvirkjun til þess að gera þar grein fyrir sínum markmiðum. Það má kannski síðast sem ég vildi nefna í þessu sambandi að mörg ríki sem eiga í erfiðleikum heima fyrir að gangast undir alþjóðlegar skuldbindingar sjá sér hag í því að það séu líka fyrirtæki í þessu verkefni. Og ég hef beinar heimildir fyrir því og hef rætt þetta beint við fulltrúa Hvíta hússins að þau telja að það verið auðveldara að taka slíkan samning í gegnum staðfestingu þingsins í Bandaríkjunum ef að þau geti bent á því að stór fyrirtæki í Bandaríkjunum séu líka þátttakendur. Sem sagt, þetta eru þau þrjú atriði sem ég vildi aðeins fara orðum samt við sem út af stendur. En ég vildi enda á því að fara aðeins nokkrum orðum eitt af þeim orðum sem ég notaði í titlinum. Ég talaði, þetta kannski svolítið svona háflegu titill, ábyrgð, samstaða og samstarf lausn vandans. Og ég hef talað svolítið ábyrgðarskiptinguna, ég hef talað töluvert samstarf, en ég hef ekki talað mikið samstöðu. Og ég vildi aðeins kannski enda á því að fara nokkrum orðum það. Ég hef talað fyrst og fremst aðgerðir til þess að draga úr losun, en staðreyndin sú að þegar kemur að afleiðingum veðurfarsbreytinga að þá eigum eftir að ganga í gegnum miklu meiri erfiðleika sem mannkyn heldur en að við höfum gert fram að þessu og þó hlýnunin enn undir 1 gráðu. Og síðan líka mjög mikilvægt að gera sig grein fyrir því að það er ákveðin töf þarna á milli. Að jafnvel þó að gangi mjög vel að draga úr losun að þá munu veðurfarsbreytingarnar eiga eftir að hafa sín áhrif. Og samstaða mjög mikilvægur hvati til góðra hluta. Samstaða kannski ekki neitt sem hún semur samstaða ekki neitt sem hún bindur í alþjóðasamningum. Samstaða miklu djúpstæðari hlutur og við þekkjum það mjög vel Íslendingar hvað það þýðir þegar við lendum í erfiðleikum. Spurningin sú, bregðumst við þegar aðrir lenda í erfiðleikum. Og það alveg ljóst að afleiðingar veðurfarsbreytinga koma til með fyrst og fremst að koma fram í svona aftaka atburðum, aftaka veðurum, annarri röskun á þurrkum og flóðum. Ég lærði nýtt hugtak frá nafna mínu í morgun, aftaka úrkoma. Og það akkurat þessir atburðir sem verður myndbirtingin á þessu. Og fyrir á þessu árið þá komu þjóðir jarðarinnar saman aðgerðaráætlun í Sangdai í Japan hvernig á að bregðast við náttúruhamförum og ég vildi bara benda á tengslin hérna á milli að náttúruhamfarir eiga eftir að verða miklu algengari og miklu meiri afleiðingum og það mjög mikilvægt að samstaða ríkja sé til staðar til þess að draga úr afleiðingunum. En þegar upp er staðið þá snýst þetta í raun og veru allt nýsköpun og viljan til þess að takast á við og horfast í augu við staðreyndir. Þetta ekki óleysanlegt vandamál, fjarri því og lausnirnar í mörgum tilfellum margfalt betri heldur en núverandi ástand. En það þarf kjark til þess að breyta núverandi ástandi.
Ísland hefur raunverulega mikið fram að færa hvað þetta varðar, bæði með þeir endurnýjanlegu orku sem að okkur var gefin og með því að miðla þeirri þekkingu og reynslu sem við höfum aflað. Það mjög mikill áhugi líka á fyrirmyndum. Það mikið talað þessa framtíð, þar sem að þar sem að þróun er ekki lengur, aukinn hagvöxtur felur ekki lengur í sér aukna losun og fyrir marga er þetta raunverulega teóría, en við höfum margt hér á Íslandi til að sýna að þetta er raunveruleiki. Og ég vil enda með því að raunverulega hvetja Ísland til þess að fara í forystusveit í þessu, og þá er ég ekki bara að tala um stjórnvöld, ég er líka að tala um fyrirtæki, háskólana og aðra þá sem hafa eitthvað fram að færa á þessu sviði. Takk fyrir.